við göngum í annan dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjölgun útilistaverka og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að mæla hér fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks fjölgun útilistaverka í íbúðahverfum í eystri hluta borgarinnar. Það er kannski ekki alveg rétt eins og þetta er sett upp í dagskrána sem annar liður. Það stendur til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks fjölgun útilistaverka. Við erum að tala fjölgun þeirra í ákveðnum hverfum borgarinnar. Það þyrfti sjálfur sér ekki að hafa fjölgun fjölgun eða mikinn kostnað í för með sér, heldur þá kannski tilfærslu. Tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að efna til átaks í því skyni að fjölga útilistaverkum í íbúðahverfum í eystri hluta borgarinnar. Og í greinargerðinni segir eftirfarandi: Viðurkennt er að útilistaverk gegna mikilvægu hlutverki við að fegra borgir og einstök hverfi og stuðla að menningarbrag. Útilistaverk gegna meðal annars mikilvægu hlutverki við grenndarkennslu nemenda í leikskólum og grunnskólum sem er vaxandi þáttur í skólastarfi. Og það er mjög ánægjulegt þegar maður fer í skóla borgarinnar og tala við kennara hvað þessi grenndarkennsla, útikennsla er að vera stærri þáttur í starfinu. Það eru dagskrár í gangi í mörgum skólum sem ganga beinlínis út af það að kenna börnum að þekkja umhverfi sitt, átta sig af fjarlægðum og öðrum hverfum og fleiru. Og þá er mjög oft farið að útilistaverkum og þau hverfi það sem mörg slík verk eru, það lýsa kennarar yfir ánægju með það sjálfsögðu. Það er menningarbragur að þessu. En þegar dreifing þeirra 97 útilistaverka sem er á vef Listasafns Reykjavíkur yfir slík verk eru skoðuð, þá kemur í ljós að þessum verkum er mjög ójafnt dreift yfir borgina. Ég tek fram að ég á við hér það sem Listasafn Reykjavíkur skilgreinir sem útilistaverk sem það hefur í sinni umsjón, og þá er ekki talin upp verk sem er í umsjón annarra, til dæmis fyrirtækja sem eru líka til, en ég held að mörg slík verk, ég held að það breyti ekki heildarmyndinni. Ég held að flest slík verk sem ég man eftir eru í þessum vestari hluta borgarinnar, og það er ekki heldur talin með verk sem eru í sérstökum görðum, til dæmis görðum sem eru í safn Einars á Skólavörðuholti og í garðinum við Ásmundarsafn og í garðinum við Grafarvogi, þar sem eru nokkuð slík verk. Og það nú verið gaman að ef við hefum verið komin heim með tjald sem hægt verið að varpa á, það er hægt að sjá þetta með mjög skýrum hætti í borgarvefsjáni, hvernig þessi verk dreifast. Þannig að það hefði vissilega verið gaman að sýna það á korti, og ég beini því enn einu sinni til forsætisnefndar að endurskoða reglur framkvæmd borgarstjórnarfundana. Ég held þetta mjög æskilegt að svona verið hægt að sýna á korti, en ég ætla þá bara að lesa þetta upp. Og þegar þessi dreifing er skoðuð kemur það í ljós að í póstnúmeri 101 eru 46 útilistaverk, í 103 1 verk, í póstnúmeri 104 13 útilistaverk, 105 eru 16 útilistaverk, í póstnúmeri 107 eru 5 útilistaverk, í póstnúmeri 108 eru 3 útilistaverk, í póstnúmeri 9 eru 2 útilistaverk, í póstnúmeri 110 eru 3 útilistaverk, í póstnúmeri 111 er 1 útilistaverk, póstnúmeri 112 4 útilistaverk, og það er ekkert útilistaverk skráð í póstnúmerum 113 sem er Grafarholt eða 116 sem er Kjalarnes. Og ég held að það segi sig bara sjálft að það sé æskilegt að fjölga útilistaverkum í þeim íbúðahverfum borgarinnar þar sem nú eru fá slík verk eða jafnvel ekkert að finna. Ég man reyndar eftir að það hefur verið rætt um þetta held ég í hvert sinn sem svona umræða fer fram útilistaverk í borginni. Ég man að minnsta kosti eftir því að það hefur nokkuð sem verið sagt hér í þessum sal að þessi æskilegt að fjölga þessu, og allir borgarfulltrúar hafa verið sammála um það. Þess vegna held ég að sé ágætt að samþykkja slíka tillögu til þess að vilji borgarstjórnar sé ljós, þannig að það sé að vísa í það þegar að það er þessu fjölga með markvissum hætti. Nú, ýmsir hljóta velta í fyrir sér, hefur þetta ekki mikinn kostnað í för með sér, það er eðlilegt að spurt sig að því.
en ég ekki viss það. Það nefnilega hægt að fara ýmsar leiðir við að velja slík listaverk og koma þeim í eystri hluta borgarinnar. Það til dæmis ekki kostnaðarsamt að smíða eftirgerð af verkum í eigu Listasafns Reykjavíkur og koma fyrir að góðum stöðum í hverfunum. Mér skilst að í sumum tilvikum þá þyrfti ekki vera meiri kostnaður við það að smíða eftirgerð af verkum sem nú þegar eigu Listasafnsins, en eru kannski ekki til sýnis, allavega ekki úti, að sá kostnaður getur verið í kringum 750.000 krónur á listaverk, sem mér finnst ekki hár kostnaður, og þá það sjálfsögðu bara eftir kostnaður að setja þau upp. Nú einnig finnst mér sjálfsagt að við metum hvort ekki sé hægt að færa verk úr hverfum þar sem mörg útilistaverk eru í hverfi þar sem fá eða engin slík verk eru. Þetta held ég sé kostur, eins og við höfum farið í gegnum í borgarstjórn. Það ekkert sjálfgefið að verk séu þar sem eru sett niður aldur og ævi. Verk má færa til eins og önnur mannanna verk. Og það hefur reyndar á þessu kjörtímabili þá hefur að minnsta kosti 1 eða 2 verk verið færð. Það hefur, ég man ekki betur að það hafi verið samþykktar tillögur hér eða verið færð verk, 2 verk eftir Ásmund Sveinsson, en að frumkvæði þessa meirihluta sem nú situr, en þá snerist sá tilfinningur reyndar það að færa þessi í 101 eða sem sagt nær miðbænum. Þá erum við annars að tala vatnsberann eftir Ásmund Sveinsson sem var fluttur frá Veðurstofunni að Lækjargötu, og járnsmiðurinn, ef það ekki búið að flytja þá held ég að standi til að flytja þar sem hann stendur við Snorrabraut og hinga niður í miðbæ niður á Höfn. Og það sjálfsagt geta alveg bara verið fínar röksemdir fyrir tilflutningi þessar verka, en þá held ég að verða líka að huga að því, eins og huga að því að koma upp öðrum verkum í staðinn eða fjölga útilistaverkum verulega semst í eystri hluta borgarinnar. Nú, ég vil endilega geta þess í þessari umræðu að það eru í gangi verkefni í borginni sem snúast að mála útilistaverk á gaflhúsa. Þetta hefur til dæmis verið gert við Vesturgötu í Vesturbænum, 101, á vegum einkaaðila held ég, en borgin hefur síðan staðið við eða stutt við verkefni sem snýst að mála myndir á gafl fjölbýlishúsa við Asparfell og einum öðrum stað í Breiðholti, og það hefur verið mjög vel til fundið. Þau verk hafa vakið mjög jákvæða athygli og mælast vel fyrir á meðal íbúa í hverfinu. Kannski það má alveg telja þetta með útilistaverkum, og við getum sagt að við höfum verið að fjölga útilistaverkum í Breiðholti. Nú, mér finnst í tengslu við slíkt átak, þá finnst mér sjálfsagt að stuðla því að slík verkefni geti orðið að veruleika í fleiri hverfum borgarinnar, og þá ekki síst í þeim hverfum þar sem eins og Breiðholti þar sem fá útilistaverk eru fyrir. Nú, og síðast en ekki síst er hægt að efna til samkeppni ný verk. Ég held að það geti verið mjög spennandi að í nýjum hverfum að efna til samkeppni ný verk í samstarfi við hverfisráð og aðra aðila. En af þeim kostum sem hér nefndir, þá er þetta kannski dýrasti kosturinn, en hins vegar sjálfsagt að leggja át í það í einhverjum tilvikum að mínu mati. Þeir sem safnstjóri Listasafnsins og hans starfsmenn, þeir sinna mjög metnaðarfullu starfi á þessu sviði, og ég alveg viss að ef þessu listasafni verið falið svona framkvæmt svona mál, þá ég viss að það líður ekki á löngu, það koma margar metnaðarfullar hugmyndir frá því safni, og þær þurfa ekki allar að vera dýrar. Nú svo rétt að geta þess að lokum að ef og þegar það verið farið í slíkt átak, þá alveg tilvalið ósk eftir hugmyndum staðsetningu fyrir einstök útilistaverk hjá íbúum viðkomandi hverfa sem og hverfisráðum. Ég held að það sé mikilvægt í sumum tilvikum þá hafa menn valið þá leið að koma slíkum verkum fyrir í sem opnustu rými í almenningsgarðum eða út af hæðum og holtum þar sem jafnvel langt til mannabyggða, og það bara fínt að það fer slík verk fara vel á mörgum stöðum, en ég held að við höfum ekki síður að huga því að koma slíkum verkum fyrir inni í íbúðarhverfum þar sem nálægt íbúðarhúsum og nálægt skólum þar sem flestir þá geta notið þeirra. En ég bara spenntur að heyra viðbrögð borgarfulltrúa við þessari tillögu og vona að hún verði samþykkt hér í dag.
Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, útilistaverk í Reykjavíkurborg. Þetta mjög athyglisvert að sjá þessar tölur útilistaverk og í raun og veru sjá hvar þau hafa verið sett niður og ég var aðeins að rýna í þetta. Það að vísu, ég fer yfir þá eftir, það er smá galli í þessum tölum, en ég fór að hugsa, Reykjavík er 227 ára. Það þýðir að meðaltali höfum við sett 1,5 verk á ári niður í borgina. Borgin hefur dafnað og stækkað í allar áttir og var fram eftir síðustu öld svona mikið í, svona lítil borg og síðan varð hún allt í einu stórborg og svokölluð úthverfi bættust við. Þannig að mér finnst ekki kannski óeðlilegt að flest útilistaverkin eru í póstnúmeri 101. Í þessari upptalningu sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór yfir að þá í þessum tölum ekki verkin sem eru í garðinum hjá Einari Jónssyni. Þetta eru bara þau verk sem að Reykjavíkurborg eru með. Þannig að það eru miklu fleiri útilistaverk í póstnúmeri 101, enda hefur það verið miðborgin og kannski ekki óeðlilegt að þar séu sett niður listaverk. Hérna í kringum Tjörnina eru 4 eða 5 listaverk, bara sem dæmi. Hafandi sagt það að þá eru til dæmis í póstnúmeri 105, þá er það 16 útilistaverk og þau mega öll rekja til Ásmundar Sveinssonar og safnsins sem er þar. Þannig að ef við tækjum þau frá þá færi 105 svona niður í þetta 3, 4, 5 útilistaverk. Þannig að í mínum huga eru flest hverfi Reykjavíkur með þetta 1, 2, 3 ekkert listaverk í sínu hverfi. Sem að segja mér kannski eitt að það hefur ekki verið kannski lögð nein áhersla á það að list sé í opinberu rými eða í borgarrýminu, að henni sé gert hátt undir höfði. Þannig að í gegnum þessi 227 ára þá höfum við verið að tróða aðalega upp listaverkum af köllum og kalla það myndlist, að hafa styttur af hinum og þessum hér og hvar borgina til að minna okkur á hver við erum og hvaðan við komum og ekkert kannski verið að huga að fagurfræðinni í því að hafa listina nálægt okkur. Það er orðið breyting á aðeins, myndi ég segja, til dæmis að í póstnúmeri 112 sem er Grafavogurinn, að í þessum lista sem að vitnað er í eru 4 útilistaverk en nú er búið að bætast við Hallsteinsgarður, þannig að það eru komin þar 18 verk í Grafarvog og síðan í 104 þá eru 13 útilistaverk og flest af þeim eru í almenningsrými Reykvíkinga sem heitir Grasagarðurinn. Þannig að þessi stefna að kannski ekki stefna að setja verk þar sem við erum eins og á Klambratúninu, að þar er hellingur af listaverkum enda erum við með þar eina af okkar helstu menningarstofnunum sem er Kjarvalsstaðir. Og það er það skemmtilegt að núna á vormánuðum var afhjúpað þar listaverk í samráði við hverfisráð Hlíða og Miðbæjar sem er verk eftir Guðjón Ketilsson að mig minnir, sem er skúlptúr og leikfang, leiktæki fyrir ungmenni, eða ungbörn segi ég. Ég hef prófað það, ég er kannski ekki ungur en ég jaðra við það. En ég held að það hafi bara vantað að líta á list sem göfgandi, að hafa hana nálægt okkur í nálægð við okkur. Og það er minnst á Grafarholtið að þar er ekki neitt listaverk og við vorum nú hérna á fundi með ungmennaráði Reykjavík og þar sem var talað að vantaði borgarbrag í það hverfi og ég var að benda á að það væri hverfi í uppbyggingu og auðvitað á að vera
listaverk þar og það til dæmis listgreitingarsjóður þar sem að Reykjavíkurborg samkvæmt lögum held ég hafi átt að taka 1% af byggingar samt held ég að borgarfulltrúi Páll Hjaltason geti leiðrétt mig þar 1% af byggingarkostnaði á að fara í listaverk við hliðin á byggingunni þannig að við í Reykjavík hefðum geta gert miklu betur, miklu fyrr þannig að þá bara að bæta það. Undanfarið höfum við verið að fjalla og færa til listaverk. Við færðum Vatnsberann á þann stað sem Ásmundur hafði fyrst hugsað sér hann, en þá var sett annað listaverk í staðinn þarna upp á hæðina hjá Veðurstofunni. Þannig að það var ekki tekið eitthvað í burtu, heldur var fært til og annað sett í staðinn, nýtt listaverk. Ég held að gæfulegasta stefnan væri sú að afmarka sérstakt fjármagn í það að hafa þá til listaverk sem eru þá í borgarrýminu fyrir alla til þess að njóta, í nærumhverfi íbúana, ekki bara þá í miðbænum eða í Grasagarðinum eða Klambratúni eða í Hallsteinsgarði sem að hverfisráð Grafarvogs var mjög áfram að yrði gert að listaverkagarði og útivistarsvæði. Þannig að mér finnst kannski að það þurfi það sem við erum búin að vera að gera líka, það var minnst á járnsmiðinn. Járnsmiðurinn fer ekkert fyrir að komið eitthvað annað í staðinn. Við förum ekki að svipta einn borgarhluta eitthvað sem að einhver annar á að fá. Það bara ekki fallegt. Þannig að ég held að það sé frekar viti að það sem við höfum verið að gera í menningar- og ferðamálaráði að reyna að finna núna staðsetningu á listaverkagjöf, CCP, og það gengur svona hálfbrösulega. Það eru komin þessi útilistaverk sem eru máluð á Asparfellið og hitt verkið brennt á klæðninguna, þannig að klæðningin tekin af húsinu og verkið eftir Teresu Himmer brennt á plötuna, þannig að það sem sagt mjög viðvarandi þar á húsinu. En í stuttu máli þá held ég að öll hverfi megi við því að fá fleiri listaverk. Aftur á móti held ég að tölurnar segi að hér í Reykjavík höfum við ekki skipt okkur nokkuð skapaðan hlut af því að hafa listaverk í nærumhverfinu, að listaverk geti skipt máli í andlegri heill okkar allra að sjá eitthvað fallegt. Og síðan minnist ég þess að það var settur skúlptúr á strandlengjuna í Grafarvogi. Það verk eftir Brynhildi Þorgeirsdóttur. Og það voru mikil mótmæli við þessu verki því að verkið það skyggði á Esjuna. Þannig að þar kemur líka til hvað vilja íbúarnir? Vilja þeir hafa verk sem eru bara líka á jörðinni þannig að það skyggi ekki á útsýni til Esjunar sem að ef að mann fer að kanna þetta nánar þá þarf maður bara að færa sér 2 skref til hægri og þá sést í Esjuna, en þá þarf maður að vera alveg inn í verkinu til að sjá hann ekki neitt. Það nefnilega hola í verkinu sem mjög skemmtilega, maður fer inn í holun og getur séð ljósið á ofan. Ég hvet alla til þess að taka göngutúr þarna með strandlenginu og þar að vísu nýtt listaverk sem eftir Kees Visser sem liggur út í Leirvogshólma sem hann setti upp 1981 og nú sýning með verkum hans í Listasafni Íslands og hann endurgerði þetta verk og þetta mjög skemmtilegt verk sem tekur mið af flóði og fjöru og alveg stórkostlegt að fylgjast með svona einföldum 20 spýtum fljóta upp og reisa sig í takt við hæð hafsins. En í þessu þá þarf líka að hugsa til peninga og fjármagns. Það eru verk sem eru í Austurstrætinu sem liggja undir skemmdum vegna þess að við höfum ekki haft, þeim hefur ekki verið viðhaldið. Fyssa í Grasagarðinum, hún kostar mörg 100.000 krónur á ári að reka, þannig að það svona ýmislegt í þessu, en ef að það væri núna að þessi vandi, þessi fortíðarvandi, að úthverfin séu með svona fá listaverk, þá það bara út af því að við höfum bara ekki sinnt því í 227 ár nema að markinu 1,5 á ári og það, já, svolítið skít. Takk.
Þá er borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa ágætu tillögu sjálfstæðismanna og talandi sjálfstæðismenn þá langar mig að segja að ég sakna Gísla Marteins, ég finn til þess og það er mikill missir af honum og það er einhvern veginn maður skynjar það svona þegar maður fer að vinna án hans, enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur. Með leyfi forseta þá langar mig að byrja á að því við erum nú að tala list, þá langar mig með leyfi forseta að fá að byrja hér á textabroti. Þeir gengu Miklubraut og hittu Einar Ben, skáldið gekk alltaf í frakkanum, aðhneftum hnésíðum. Einar er ein af styttum bæjarins sem enginn nennir að horfa á. Grey stytturnar, aleinar á stöllunum. Eins og flestir vita þá er þetta textabrot úr laginu Ísland með spilverki þjóðanna og eitt af svona ástsælustu lögum þessarar þjóðar. En já, ég bara vil segja hvað ég er ánægður með það að fá tækifæri til þess að koma hér upp og ræða list og ég nýt þess alltaf í hvert einasta skipti sem að okkur gefst tækifæri til þess og listina í Reykjavík, hvernig við dreifum henni best og hvað við veljum og hvað við viljum að sjáist og hvað við viljum ekki að sjáist og við höfum nú rætt áður styttur í borginni og hér hafa oft verið mjög fjörugar umræður styttur frá hinum ýmsu sjónarhornum sem er nú gaman að nota þegar maður er að tala styttur, að við séum að tala þær frá ólíkum sjónarhornum. Það er ekki ósvipað því sem þegar við horfum á þær frá ólíkum sjónarhornum og ég man bara í fljótu bragði eftir mjög skemmtilegum umræðum styttur eins og járnsmiðinn og Vassberan og minnismerkið óþekkta embættismannin eða óþekka embættismannin eins og gárungarnir hafa gjarnan kallað styttuna og ástæða þess að það hefur verið umræða þessar tilteknu styttur er vegna þess að það hefur staðið til og að færa þar og svo hafa þær verið færðar og það hafa ekki allir alltaf verið á eitt sáttir með það og það eru mjög sterkar tilfinningar tengdar styttum og við þekkjum það sem Reykvíkingar. Við eigum okkar uppáhaldsstyttur og við eigum stundir, við eigum það sem maður segir á góðri íslensku Kodak moment við einhverja styttu jafnvel og list getur öðlast vægi þó hún sé ekki nærvarandi, þó hún sé ekki á staðnum. Það nægir að vera á mynd og list hefur gríðarlega mikil sálræn tilfinningaleg áhrif á okkur og list
list pólitísk og það ekkert af ástæðu lausu sem við erum að ræða list í borgarstjórn. Það vegna þess að list náttúrulega stór pólitískt mál og mér finnst gaman og mér finnst skemmtilegt þegar stjórnmálaflokkur hefur ákveðnar og skýrar skoðanir á list vegna þess að mér finnst að list eigi að vera allstaðar, líka í stjórnmálaflokkum og stjórnmálaflokkar þeir eru náttúrulega svo mikil list í sjálfu sér og Sjálfstæðisflokkurinn hefur mér alltaf fundist hafa miklar og sterkar skoðanir á list og svona, hvað maður að segja, svona skýrar hugmyndir list og við höfum oft rætt þetta hér á svona pólitískum nótum og ég veit eins og allir að til dæmis, og það er ekki stytta, það er málverk af Bjarna Benediktssyni sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og einn farsælasti og glæsilegasti formaður Sjálfstæðisflokksins og það er málverk af honum í Höfða og þetta málverk var síðan sem listaverk inni á mynd af Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev þegar þeir héldu sinn sögufræga leiðtogafund í Höfða og mér finnst og mörgum, margir eru þeirrar skoðunar að list eigi að fá að flæða, hún verði að fá að lifa. Listin er eins og lífvera, listin er eins og blóm, við viljum halda blóminu lifandi með því að vökva það, leyfa því að vaksa þangað sem það vill vaksa, en svona aðeins kannski halda utan það, þannig að það fari ekki úr böndunum að verða illgresi. Við snirtum það, en við viljum fyrst og fremst halda því lifandi. Við viljum eiga lifandi list eins og við viljum eiga lifandi plöntur. Svo eru aðrir sem kannski sjá ekki tilgang í lifandi plöntu og vilja frekar stropana með einhverjum hætti og setja hana í glerkassa eða í biblíu og pressa úr henni allt líf og gera það sem heitir bara hreinlega þurrka hana upp og drepa hana. En auðvitað það gert í þeim tilgangi að búa til minnismerki lífveru. Lífveru sem var einhvern tímann, sem óx og var frjáls og fór og gat tjáð sig eða teygt sig átt til sólarinnar. Og mér finnst svo mikilvægt og ekki bara mér, þetta ekki endilega bara mín persónlega skoðun, en þetta svona viðhorf til listaverka, til listarinnar og ekki síður styttana í bænum, að þær verði að fá að hreyfa sig. Þær verði að fá að fljóta og hreyfa sig í takt við það hvernig borgin vex. Og þó ekki nema væri til gleði fyrir borgarbúa að sjá allt í einu styttu birtast það sem engin stytta var og sjá eitthvað fallegt og athyglisvert þar sem kannski ekki svo mikið fallegt og athyglisvert var að sjá. Og í þessum þangagangi eða þessari hugmyndafræði farið af stað með það að flytja styttur og stundum það jú þannig að borgarskipulag það þróast þannig að einhver ástsæl stytta, hún hverfur á bakvið hús eða fyrir hana vex gróður og fólk fær ekki notið hennar og synd og skömm kannski gleymir henni bara að hún hafi nokkuð tímann verið til og þá kannski því sem
styttan á að minna okkur á, manneskjuna eða atburðinn eða verkið. Og leið og við gleymum styttunni, þá gleymum við líka smá hlut af sjálfum okkur. Og ég hef alltaf haft alveg gríðarlegt dálæti á styttum og alveg frá því ég var lítið barn þá hef ég hort upp til styttna og hver kannast ekki við það, til dæmis að standa á Austurvelli edrú eða drukkin og horfa á Jón Sigurðsson og jafnvel held ég að margir eigi einhverja minningu það að hafa einhvern tímann sagt eitthvað við Jón og jafnvel hreitt einhver í hann eða sagt eitthvað vinalegt, átt lifandi samtal við fulltrúa mannesku sem að gegndi einu sinni gríðarlega miklu hlutverki en er farin og ekki meðal okkar lengur en oft í ölæði að þá náum við sambandi eða sjáum tilgang í því og ég hef oft orðið vitni að því þó að fólk að tala við Jón Sigurðsson. Mér langar aðeins varðandi áherslur á styttur, eins og ég segi þá eru styttur og list er pólitík og listrænt markmið stjórnmálana eða pólitíkurinnar getur verið nú eru styttur til dæmis af ráðamönnum gjarnar sett og það eru glæsilegar en frá listrænum sjónarhóli að þá eru það líka öðrum þræði settar til þess að minna fólk á hinn ráðandi öfl, hver ræður, ekki gleyma því mundu mig og ég man þig, eitthvað svona skilaboð til alþýðunnar og við sjáum þetta gjarnan í borgum að það eru mjög gjarnan mikið af karlmönnum og oft eru þeir með eitthvað alvæpni eða eru það bil að fara að grípa sverð eða eitthvað svona eða eru svona rognir, oft svona rognir kallar sem að einhvern veginn segja við mann, já ég kalla nú ekki allt ömmu mína og svona eru svolítið svona með allt á hreinu og maður fær þá tilfinninguna að þessi einstaklingur eða þeir sem standa að því að hafa reist styttuna á hennu sé nú aldeilis með allt á hreinu og að maður fær svona bæði svona eins og svona öryggis- og óttatilfinningu en auðvitað líka leið listræna upplifun og margar af þessum styttum. Mér finnst mjög gaman að lesa mér til styttur í erlendum borgum og má segja að ég hafi verið með svona styttublæti og ég skammast mín ekki fyrir það. Mér finnst alltaf gaman að staldra við styttur og síðasta styttan sem ég staldraði við og ég meira að segja að koma við er brjóstmynd af Niels Bohr sem í Kaupmannahöfn og það finnst mér flott stytta því hann virkar svo herðabreiður og algjörlega og hann var náttúrulega algjörlega með allt á hreinu en ég hef kvartað yfir því hér og mér langar að ítreka það við þetta tækifæri að ég mundi vilja sjá fleiri styttur af kvenmönnum, fleiri málverk með kvenfólki því að það nú eitthvað sem virkilega þarf að minna mann á að konur hafi einhvern tímann gert handtak hér á þessu landi því að maður gleymir því svo auðveldlega og það nú ekki beinlínis verið að halda því að manni og maður tekur oft eftir því að til dæmis með hið stórkostlega fyrirbæri Wikipedia að þegar maður að lesa sér til hluti að þá sér maður mismununa til dæmis í því hvað er gjarnan ekki hægt að upplýsa kvenmannsnöfn
í upplýsingagreinum á Wikipedia. Það er mjög athyglisvert og mér finnst gustugaverk að gera bragarbót á þessu og við ættum að skoða möguleika og halda áfram. Við gerðum það nú einhvern tímann uppfull hér af eldmóði og fórum og áttum samræður styttur og gildi styttna og styttur af kvenfólki og það eru svo margar skoðanir og það er margt sem spilar inn í þetta. Það er náttúrulega smekkur og listrænt mat og svo náttúrulega pólitík. Það er nefnilega alveg fullt af pólitík í þessu. Einar Örn Benediktsson, borgarfulltrúi, hann ræddi hér áðan aðeins svona hvað væri búið að gera í styttumálum og svona raunverulegar tölur list í opnu rými í Reykjavík og var með marga mjög athyglisverða fleti á því. En ég verð samt að andmæla einu sem að borgarfulltrúinn sagði og hann sagði, ef ég heyrði rétt, sko, að það væri gjarnan bara einhverjir kallar stytturnar okkar og ég fór nú að hugsa þetta og það er ekki alveg þannig. Þetta er ekki bara einhverjir kallar og mér finnst það svolítið svona kuldalegt af því að það er nógu kalt hjá styttunum fyrir að tala því að við eigum að halda þessum nöfnum á lofti, nöfnum þessa fólks og það erum við náttúrulega einum þræði að reyna að gera með því að gera styttur til að byrja með. Og ég fór nú að hugsa þessa einhverja kalla eins og borgarfulltrúinn orðaði það og ég fór til dæmis að hugsa til dæmis eina ástsælustu styttu í Reykjavík sem styttan sem stendur hérna á Tjarnargötunni við Tjarnarbakkann af Ólafi Thors, alveg glæsileg stytta og þetta ein af mínum uppáhaldsstyttum í Reykjavík og ég á minningar frá þessari styttu frá því að ég var lítið barn. Ólafur Thors var ekkert bara einhver kall eins og kannski einhver skyldi halda. Ólafur Thors var mjög merkilegur maður. Hann var fyrir það fyrsta formaður Sjálfstæðisflokksins, alveg eins og Bjarni Ben og margir sem hafa mjög sterkar tilfinningar til hans. Og hann var ekki bara formaður Sjálfstæðisflokksins, hann var líka ráðherra og hann var ekki bara einn ráðherra, hann var 2 ráðherrar. Hann var bæði forsetis og utanríkisráðherra. Þannig að hann var engin venjulegur maður. Ólafur Thors var af ákaflega góðu fólki kominn. Thor Jensen var faðir hans og Thor Jensen er líklega sá manna sem hefur gert eitthvað mest gagn fyrir þessa þjóð. Og það er til dæmis ekkert margir sem að vita það að Thor Jensen rak stórútgerðarfyrirtæki Kveldúlf og Ólafur Thors tók svo við því eins og eðlilegt var. Það er ekkert margir sem vita það að frostaveturinn mikla 1918 þegar Reykvíkingar sultu þá gaf Thor Jensen allan afla af sínum togurum til sveltandi fólks í Reykjavík. Það er ekkert margir sem vita þetta, en þetta er mikilvægt og þetta skiptir máli og ég hef til dæmis verið með þær hugmyndir til dæmis að þessir menn, þessir merkilegu menn eins og Ólafur Thors að þetta séu einmitt styttur sem eru kjörnar til þess að færa þær
að gefa Ólafi Thors það líf sem hann átti einu sinni. Leyfa honum að ferðast borgina sem hann elskaði og fara bara í verkefni sem væri einhvern veginn að Ólafur ferðast borgina sína og sér borgina frá ólíkum sjónarhólum eins og við sjáum hann. Þetta gæti verið svona listræn konsept hugmynd. Takk fyrir í bili. Já, þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson, ekki nema hann hafi fallið frá. Nei? Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og hún kannski svona óvæntar og meira skapandi en ég bjóst við. En undirstrikar auðvitað mikilvægi listar í opinberu rými og það alveg rétt sem frummælandi og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon minnt á að við höfum einmitt verið að bæta úr bæði með flutningi listaverka á þá staði sem þau voru upprunalega hugsuð fyrir eins og með Vatnsberann. En þar hefði kannski mátt geta þess að þar komið mjög skemmtilegt listaverk, Hvalbökin, í staðinn upp í litlu Öskjuhlíð. Og svo erum við að bæta núna á 2 gafla í Breiðholti, mjög spennandi verkum eftir Söru Ríel og það kemur eftir. 2 listakonur. Theresa? Já, fyrirgefðu, Theresu Himmer, sem eru væntanlega á gaflana núna. Við auðvitað ræddum það á Breiðholtsfundi borgarráðs á sínu tíma að það væri auðvitað mjög spennandi að kóróna svona þá hugsun með hugsanlega 3. verkinu eftir Heiðursborgar Reykjavíkur, borgarlistamann Erró, og væri spennandi ef við getum botnað það í vetur. Við höfum líka rætt það að gera konum hærra undir hefði og líka verkum listakvenna og það væri mjög áhugavert að fá tillögur það frá Listasafni Reykjavíkur. En mér langar til þess að minnast á að við höfum auðvitað eftir að klára umfjöllun verk í minningu Ingibjargar H. Bjarnason sem var samþykkt hér í borgarstjórn og einhvern veginn fór kannski inn í ákveðna blindgötur þar sem hugmyndin var að það yrði við Alþingi. En að því að hér var verið að nefna það réttilega af formanni menningar- og ferðamálaráðs að járnsmiðurinn verður ekki fluttur fyrir það kemur eitthvað annað í staðinn, þá langar mig til þess að fleyta bara þeirri hugmynd að staðurinn þar sem járnsmiðurinn núna við hlið Landspítalans, því að engin stjórnmálamaður á Íslandi á meiri heiður af því að Landspítalinn var reistur þar sem hún núna heldur en Ingibjörg H. Bjarnason. Bæði sem þingkona, sem fremst 12 þingkvenna flutti þingsályktunartillögu byggingu spítalans og í því að beita sér ásamt öðrum samtökum kvenna fyrir því að safna fyrir heilum 20% af framkvæmdakostnaði við byggingu Landspítalans í kreppinu á sínum tíma, sem var auðvitað alveg ótrúlegt afrek þessara kvenna. Þannig að ég vil velta því upp hvort að þetta sé hugsanlegur staður til þess að minnast Ingibjargar og kannski leið annarra auðvitað sem að börðust fyrir byggingu spítalans. Það getur verið samkeppni eða eitthvað annað. En ég vil svo bara þakka fyrir umræðinu. Það greinilega mjög mörg að taka og ég held að það þurfi bara eins og þeir eru mikilvæg máli að ræða að setjast yfir þetta út frá mjög mörgum hliðum og öllum þeim óvæntu sjónarhornum sem hér hafa komið fram. Og því myndi ég mælast til þessi að leggja bara til að málinu verið vísað til menningar- og ferðamálaráðs sem að ná utan þetta í heild sinni og í raun marki bara stefnu fyrir borgina útilistaverk og list í almenningsrými. Þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson næstur á mælendaskrá. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn,
Já, ég sagði einhverjir kallar, herra borgarstjóri, en ég bætti líka við sem myndi okkur á hver við værum og hvaðan við kæmum. Og þess vegna þakka ég kærlega fyrir þessa upprifjun á því hver Ólafur Thors var og þar sjáum við þá í því bæði menntunar og menningargildi hvað styttur geta haft og ég myndi taka því fagnandi að þessu væri vísað til menningar- og ferðamálaráðs, til frekari stefnumörkunar hvað við eigum að gera í útilistaverkum þannig að við getum spýtt í lófana og minnstakosti sett þá niður stefnu að það verði ekki 1,5 verk á ári sett niður, kannski 3 verk eða 11 verk, eitt í hvert hverfi næstu 5 árin eða eitthvað svoleiðis og þá yrði það vonandi tekið inn í vinnslu fjárhagsáætlunar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég myndi nú vilja þakka tillöguflytjanda fyrir að vekja máls á þessu. Ég tek líka undir málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar að fara með þetta inn í menningar- og ferðamálaráð þar sem þetta hlýtur kannski aðeins betri og svona heildrænni umræðu. Það er svo ótrúlega margt sem að gæti komið inn á hér og mér langar dálítið til þess að svona aðeins tala bara að hugsa aðeins upphátt. Nærtækast er náttúrulega að byrja á að ræða þetta með kynjasjónarmiðin. Mér finnst við ennþá vera ofsalega aftarlega þegar kemur að listum og jafnrétti kynjanna. Mér finnst við ennþá vera, og umræðan hér í dag hefur svolítið einkennst af því að já, við þurfum að passa upp á það séu konur og við þurfum að gera konum svolítið herr undir höfði. Pínu til þess að bæta fyrir að mainstreamið eru kallar. Við þurfum í alvörunni að vinna að því að samþætta kynjasjónarmið inni í þetta eins og í allt annað. Við þurfum að passa upp á það alltaf þegar við erum að taka ákvarðanir, hvaða áhrif það hefur á stöðu kynjanna og jafnrétti, hvort að við getum stuðlað að auknu jafnrétti. Já, það er alveg rétt og þess vegna er eðlilegt að við tölum það að það ætti eiginlega bara næstu árin og árhundruðin að búa til list af konum, fyrir konur og eftir konur. Vegna þess að þær hafa verið algjörlega út undanfarin árhundruð. En það á samt ekki að vera þannig. Það á frekar að vera þannig að við hugsum bara hvaða áhrif hefur þetta á karla og konur og hvernig getum við stuðlað að auknu jafnrétti. Mig langaði líka til þess að tala þetta inn í, og ég velti því kannski aðeins fyrir mér hvort að þessi tillaga eigi að fara inn í umhverfis- og skipulagsráð líka. Vegna þess í umhverfis- og skipulagsráði erum við jú að vinna að hverfisskipulagi og við höfum ítrekað talað og oft það hvernig við getum búið til rými, skapa rými fyrir list strax á skipulagsstigi. Og núna þegar við erum að fara með þetta inn í hverfisskipulagið og það hefur verið talsverð umræða listir á þessum fundum sem hafa verið haldnir út í hverfunum, að þá held ég að við ættum, og það væri kannski ágætt að taka eitt snúning á þessari tillögu inn í skipulagsráði og hvort að við getum með einhverjum hætti reynt að tryggja það þegar verið að skipuleggja ný hverfi og þar sem við erum að byggja upp, að þar sé gert ráð fyrir list með einhverjum hætti. Ekkert endilega styttum eða útilistaverkum, það getur verið hvernig sem er og hvar sem er. Það er alveg rétt að auðvitað á listin alls ekki að vera bara í miðborginni eða Vesturbænum, en hún er heldur ekki bara þar. Og það hverfin þurfa dálítið að fá að skapa sér sína sérstöðu og sína stemningu og fá að hafa áhrif á það hvernig hvort og hvernig list er í hverfunum. Og þess vegna þetta mér mjög spennandi að sjá hvernig hverfaskipulagið gæti unnið með þetta. Það hafa komið upp alls konar hugmyndir og mér minnir að það hafi komið hugmynd fram hjá ungmennaráði einhvern tímann. Ég þori þó ekki að fara með það að til dæmis að því að það eru engin útilistaverk í Grafarholti held ég. Þau höfðu talað það að snyrta umhverfið í kringum tankana uppi á hæðinni. Einhver komið þá hugmynd að mála þá með lopapeysumynstri og mér minnir að það hafi verið í ungmennaráðinu. Ungmennaráðið talaði sérstaklega það á fundi sem var haldinn í síðustu viku að það þyrfti að snyrta umhverfið í Grafarholti og Fagra. Eitt af því sem hægt væri að fara í væri að gera eitthvað við þessa tanka, þeir eru alls ekkert spennandi eins og þeir eru í dag, en það væri mjög vel hægt að leika sér með það og gera eitthvað skemmtilegt.
og ég bara hvet menningar- og ferðamálaráð til þess að taka það til sérstakrar skoðunar. Nú, annað sem að því að það stendur hérna í tillögunni, í tillögunni sjálfri að það þurfi að fjölga listaverkum í eystri hluta borgarinnar. Ég var beðin það sérstaklega frá fulltrúa okkar Vinstri grænna og jafnframt formanni hverfisráðs Kjalarness að ítreka að það þyrfti ekki bara að vera í eystri heldur líka í nyrðri hverfum borgarinnar eða þessu nyrðra hverfi. Þar sem að meðal annars kom fram hugmynd á Betri Reykjavík samkeppni útilistaverk á Kjalarnesi. Mér skilst að það sé ekkert núna, en þau hafa mikinn áhuga á að koma upp fleiri listaverkum þar. Nú, það mætti líka hugsa það, og ég hvet menningar- og ferðamálaráð til þess að skoða það aðeins, hvort það sé ekki hægt að fara í eða leggja aukna áherslu á nytjalist. Að það sé list sem að nýtist ekki bara, sem ekki bara fyrir augað heldur til dæmis bekkir eða húsgögn eða eitthvað sem hægt að nota eða leika sér með einhverjum öðrum hætti heldur en bara að horfa á það, þó að það geti líka verið gott. Þetta bara svona uppátt hugsanir. Já, ég held nú að ég sé að verða bara búin. Það var eitt í viðbót og það nú kannski eitthvað sem er snúið að segja, en ég held nú samt að það sé dálítið til í því að besta listaverkið, það besta sem við getum gert fyrir borgina, útlit hennar og upplifun fólks af því að vera í henni, væri að fækka einkabílum og umferðarmannvirkjum. Því að þá getum við fyrst skapað bæði pláss fyrir eitthvað annað og notið þess betur að vera í þessari borg. En að öðru leyti vil ég bara þakka fyrir þessa tillögu, vona menningar- og ferðamálaráð geri henni góð skil í umræðum hjá sér og við fáum kannski að sjá einhverjar niðurstöður úr því í framhaldinu. Þá borgarfulltrúi Sólis Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég stóðst ekki þá freistingu að koma hérna upp til að ræða lítið list í borginni. Og fyrst vil ég aðeins gera athugasemdir við styttublæti borgarstjórans og minna á það og það mér svona umræðan aðeins að snúist það að útilistaverk séu alltaf styttur og þá á köllum eða konum, en það er náttúrulega alls ekki þannig að því að það er mjög mikið af flottum listaverkum í borginni sem eru ekki styttur af einu né neinu. Það er svona svokölluð óhlutbundin list. Og það var einmitt að því að var getið hér Ásmund Sveinsson sem ég ætla kannski aðeins að koma inn á eftir, að hans frægu styttur Vatnsberinn og Járnsmiðurinn, að það eru einmitt svona einhvers konar ferðalag frá hlutbundinni list yfir í óhlutbundna og vöktu mikla hneykslun þótt ótrúlegt sé á sínum tíma nákvæmlega út af því. Talandi konur og kalla, þá vill nú svo vel til að dálítið að þeirri list sem hefur orðið til í Reykjavík núna allra síðustu misserin er eftir konur. Það var nefnt hér áðan hvalbökin sem eru upp á Öskjuhlíð, þar sem að Sólveig Aðalsteinsdóttir fletti jarðlögum ofan af hvalbökum, ofan af klettum sem að jökullinn svarf á síðasta jökulskeiði. Og svo get ég ekki annað en minnst á listaverk sem er að verða til, sem enginn hefur minnst á ennþá, sem verður mjög áberandi hér í miðborginni. Það er jú í miðborginni, við miðborgina, og það er risastór þúfa sem er að rísa út við Norðurgarð, við Austurgafl kæligeymslu sem að HB Grandi fékk leyfi til að byggja fyrir 2 árum. Og það var listakonan Ólöf Nordal sem að vann samkeppni sem fór á stað, og ég nefni þetta líka vegna þess að mínu mati fór á stað þar að frumkvæði Faxaflóahafna frábært samstarf öflugs einkafyrirtækis og opinberra aðila.
það að fegra umhverfið. Á þann hátt á þá í rauninni gaf fyrirtækið eitthvað tilbaka fyrir þá lóð sem það fékk þannig út við Norðurgrandinn. Það gaf tilbaka til samfélagsins, fegraði samfélagið og það fegraði umhverfið, skulum við segja, og setti verulegar fjárhæðir í það verkefni. Og í því tilfelli að þá var fyrirtækið tilbúið í samvinnu við Faxaflóa Hafnir að fela Sambandi íslenskra myndlistarmanna alfarið að sjá samkeppnina. Og í því fólst heilmikið traust og mig langar aðeins bara til upprýfunar að þá segir í umsögn dómnefndar verðlaunatillögu Ólafar Nordal, tillagan heitir Þúfan eða verkið heitir Þúfan. Tillagan snýst að byggður verði upp grasivaxinn hóll við norðausturvegg við nýju frystigeymsluna á Norðurgarði. Hann 8 metra hár og 26 metrar í þvermál. Efst á hólnum lítill hjallur og höfundur reiknar með að þar verði þurrkaður fiskur. Hjallurinn verður lýstur upp eftir myrkur, stök þrep verða greift í hólinn sem mynda spíralaga stíg upp á hólinn. Höfundur segir að þeir sem að klífa fjallið muni njóta útsýnisins og að hjallurinn marki stað til íhugunar. Höfundur segir einnig að leitast verði við að verkið búi við látleys og hógværð á áreynslulausan hátt, en það var líka að búi við lúmskum húmor og góðlátlegri ádeilu á kapphlaup veraldleg gæði og íburð, með léttri áminningu það hvaðan við komum, segir í dómnefndinni. Þúfan á sem sagt að renna saman við og vera hluti af útivistarsvæði austan Kæligeymslunnar og dómnefndin hún áleit á sínum tíma að á bak við verkið sé mjög sterk og útfærslan sé mjög góð og þetta verk eigi sér djúpar rætur í íslenskri menningu og samsvaranir í íslensku landslagi og auk þess sem það felur í sér þau alþjóðlegu minni sem að hér hefur verið nefnt á og það einnig nefnt að Þúfan hún felur í sér skemmtilega skírskotun til frumlegrar tillögu franska arkitektsins Jean Nouvel við tónlistarhúsi við höfnina. Þess má reyndar líka geta að þessi listamaður Ólafur Nordal hún á allavega 2 önnur skemmtileg listaverk við ströndina. Það geirfuglinn sem blasir við þeim sem að ganga Seltjarnarnesið og líka lítil laug þar sem hægt að baða fætur sínar við norðurströndina. Og ég ætlaði einnig að minnast á annað hérna sem mér hefur fundist frábært og það svona vísir að skúlptúrgarði hérna við Sæbrautina og þar ber sérstaklega að nefna sólfar Jóns Gunnarssonar, fjörustein eða fjöruverk Sigurðar Guðmundssonar og hvað heitir það, Íslandsvarðan eftir Jóhann Eyfells og þar mætti gjarnan halda áfram finnst mér með því að setja fleiri skúlptúra sem að mættu alveg ná inn að Laugarnesi, þannig að tækifærin eru nóg og ég tek alveg undir það sem að felst í tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að það þarf að íhuga hvort að ekki sé möguleiki á fleiri listaverkum í austurhverfum borgarinnar en fagna líka þessu frábæra framtæki sem að eiga sér stað þar sem að 2 ungar listakonur að vinna að mjög flottum útilistaverkum á göflum húsana sem að hafa verið nefnd. Og að lokum að þá vil ég líka undirstrika það sem að hér hefur verið sagt að við megum kannski heldur ekki ganga of langt í því að gera listina einhvers konar verkfæri í þágu borgarinnar því að það mikilvægt að listamennirnir haldi sínu sjálfstæði og haldi sínu krítísku sýn á það sem að gerast og hafi algjörlega frjálsar hendur og að við þá sem borgaryfirvöld höfum þá umburðarlyndi til þess að þola það sem að þeir gera í borgarumhverfinu ef þeir vilja hafa það þannig. Það var minnst á Vatnsberann hér áðan en það reyndist vera mjög pólitískt verk, reyndar svo mjög að reykvískir broddborgarar þoldi ekki hafa það verk niður við hornið á Lækjargötu og Austurstræti þar sem að því var ætlaður staður þannig að verkið var flutt burt frá mannanna sjónum upp á Öskjuhlíð
af þeirri sögum á lesa í gömlum skruddum frá því 1950 og svo voru líka náttúrulega heilmikill ágreiningur og það var bara frábært verkið Svörtu keiluna eftir spænska listamanninn Santiago, hvað heitir hann aftur? Sierra, já. Og að mínu mati var það einmitt frábært dæmi það að pólitískt listaverk sem að veldur ágreiningi, listaverk sem að potar í eitthvað sem að mörgum finnst óþægilegt og mér finnst það frábært, það var mín skoðun og ég reyndar rökstyðja það hér í borgarstjórninni að það væri staðsett á réttan hátt, hárréttan hátt nákvæmlega á þeim stað þar sem að það er núna. En ég styð það líka að menningar- og ferðamálaráð taki þetta mál til ítarlegrar skoðunar og komi síðan og kynni það kannski þá hér í borgarstjórn frábærar hugmyndir og frábæra úttekt á þessum málum. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson og ótrúlegt en satt og Óskar Sóley Tómasdóttir eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson vegna þess að hann var hér að mæra einu sinni sem oftar verk Santiago Sierra og svona þá pólitík sem að, og þann pólitíska usla í rauninni sem að það verk skapaði og talaði að það væri gott dæmi það hvernig list færi inn í pólitíkinn og sköpuð umtal. Mér langar til að spyrja hvort að það væri þá að því að þegar að við ræddum það listaverk þá veltum við fyrir okkur hvar mörkin lægi og hvað mætti ekki. Fyrir stuttu var fólk, ég veit ekki hvort að það uppgötvaðist hverjir það voru á endanum, en það voru allavega einhverjir sem skrifuðu á mosa og spreyjuðu á hraun og ullu talsverðum náttúruspjöllum en gerðu það í nafni listar. Mér langar til að spyrja fulltrúan hvort að það sé jafnframt eitthvað sem að þú dáist á og þér finnist gott, hvernig einhvern veginn listamenn fara inn í samfélagið og hafa áhrif á umræðuna þar. Mér langar bara til þess að vegna þess að þú veist, hvort að þar séu við komin mögulega yfir einhver mörk eða hvort að mörkin séu bara alls ekki til staðar. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég þakka borgarfulltrúanum Sóley Tómasdóttir fyrir að fá að tæpa á mjög merkilegu máli, nefnilega hvar eru mörkin í listsköpun og ég held að þessi ekki að setja þau fyrirfram neinstaðar, það kemur bara ljós eftir viðtökum og viðbröðum. Í sambandi við þetta verk sem að borgarfulltrúan nefndi að þá ég nú ekki sérstakur aðdáandi þess en vek þó athygli á því að á vissan hátt afhjúpa viðbrögðin við því ákveðna hræsni í okkar samfélagi, nefnilega það að sömu aðilar og greiddu glaðir atkvæði með því að Kárahnjúkavirkjun var reist og hið stóra friðland við Kringilsárrana sett undir lónið, urðu brjálaðir yfir því að það var á einhverju smá parti eyðilagður mosi. Þannig að mér finnst þetta mörgu leyti dálítið afhjúpandi og flott verk. Annað verk vil ég nefna sem var ekki með gjörðum heldur orðum sem að Þorvaldur Þorsteinsson gerði á sínum tíma. Hann bað fólk að ímynda sér að ung stúlka með dúkhníf færi inn í listasafn Reykjavíkur og skæri í allar landslagsmyndirnar eftir Ásgrím og alla þá góðu kappa. Og það yrði auðvitað allt brjálað að eyðileggja þessi merkilegu verk. En á sama tíma var verið að fremja einhvers konar hervirki á íslenskri náttúru. Jafnvel á nákvæmlega sömu stöðum og það er að segja við Heklurætur og tilstóð að setja upp virkjanir. Og á nákvæmlega sama hátt þarna verið að afhjúpa, eða ætla listamaður skulum við segja, að afhjúpa ákveðna hræsni í okkar samfélagi, okkar umræðu. Þannig að svar mitt að það eitthvað snjallt við þetta sem afhjúpun en ég get ekki mælt með þessu sem að þessir Þjóðverjar gerðu eða hvað sem þeir voru. En að öðru leyti sé ég nú ekki, ég sé kannski sambærilegt við verk eftir Santiago Sierra. Ég held einmitt að hann sé alltaf í sínum verkum að afhjúpa ákveðna hræsni í okkar góðborgara samfélagi. Það
hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að svara andsvari og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég má til með að blanda mér í umræðuna og ég tek undir með borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni að það margt í þessar umræður sem að kemur manni á óvart og maður hefði ekki séð fyrir, og eins og náttúrulega umræða list á að gera. Hún á einmitt að hreyfa við manni og flytja mann á óvænta staði, á vit óvæntra upplifana. Og ég var nú hér áðan í máli mínu áðan að ræða pólitíkina og listina. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson benti á að list útilistaverk ekki bara styttur, og ég alveg sammála því, en svona styttu blæti mitt kannski bar mig ofurliði og eins og ég segi, ég hef alltaf haft dálæti á styttum, fundist þær merkilegar, og kannski þetta líka eitthvað svona undir meðvitund, vegna þess að ég gæti náttúrulega sjálfur endað sem stytta og endað mína dvöl hér á þessari jörð sem bronsstytta í almenningsrými, og það er nú hefð fyrir því að reisa glæsilega styttu af borgarstjórum hér í Ráðhúsinu, brjóstmyndir, og það kæmi mér ekkert á óvart að það væri brjóstmynd af mér hérna frammi í sal, og þar sem að ég horfði stíft í augun á Davíð Oddssyni, eitthvað svoleiðis. Það getur verið einhver svona gjörningur, sko. Og styttan af Davíð Oddssyni, brjóstmyndin af Davíð Oddssyni, merkileg fyrir kannski tvennt, fyrir utan það að hann var borgarstjóri. Hún er líka merkileg fyrir það að hann er eini maðurinn sem lítur til hliðar. Hinar stytturnar stara alltaf beint fram fyrir sig, en hann aðeins svona kíkir til hliðar. Og það sem er kannski ólíkt með brjóstmyndinni af Davíð Oddssyni líka er að hún er lifandi. Styttan er lifandi. Og að því vorum að tala áðan svona, að því við erum á þessum listrænu nótum, og ég var að tala pólitíkina og sjálfstæðisflokkin og valdið. Og valdið, sem sagt, þó það sé dautt og horfið, þá er það ennþá til staðar. En í þessu tilfelli þá er það lifandi. Við erum með styttu, við erum með brjóstmynd af lifandi mannesku. Og það er í rauninni svona margra dómi hálfgerður gjörningur. Já, en ég var að ræða Ólaf Thors og styttuna, eða sérstaklega styttuna af Ólafi Thors, sem að eins og ég tók fram í máli mínu áðan var sonur Thor Jensen, útgerðarmanns, og mjög mikilsmetinn maður. Og það kannski kann að hljóma, og ég sé að það er einhverja svona brosvibrur hjá fólki þegar ég er að minnast á Ólaf Thors. Og það er kannski sko, og þetta með listina og pólitíkina, það kann kannski að hljóma einhvern veginn fáránlega fyrir okkur í dag, árið 2013, að einhver svona stjórnmálahreyfing, einhver svona félag eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi listrænt og tilfinningalegt gildi fyrir fólki. En það er alls ekki fáránlegt, það er bara alveg satt, og skemmst að minnast þess á aldamótunum árið 2000 þegar maður aldarinnar það var nú valinn einn karlmaður og ein kona. Konan var Vigdís Finnbogadóttir, eins og allir muna,
og maður aldarinnar var Halldór Laxness og amma mín, sem var nú reyndar ekki amma mín, hún var mjög leið yfir þessu og vegna þess að hennar dómi átti það að vera Thor Jensen sem átti að vera maður aldarinnar en hann komst ekki inn svona lista vegna þess að hans framlag var einhvern veginn gleymt. En næstur á eftir Halldóri Laxness var Davíð Oddsson. Davíð Oddsson var næstum því maður aldarinnar og þar á eftir, og hann var náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins og eftir honum Bjarni Benediktsson, hann var líka tilnefndur, formaður Sjálfstæðisflokksins og Ólafur Thors, nefndur sem maður aldarinnar, þannig að við erum ekkert að tala um bara Tómas Styttu. Ég og þetta er kannski við höfum hafa borgarfulltrúa verið að ræða hér að það þurfi aðeins að frelsa þessa umræðu stytturnar og tilgang þeirra og þetta sé svolítið úrelt að vera að gera styttur og það viðhorf hefur heyrst og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á það hér með þetta að það væri líka ákveðin friðþæging í því að gera nokkrar konur í brons, þannig að það væri búið að afgreiða það. En kannski með þegar þessar styttur voru gerðar það var löngu fyrir tölvutæknina, það var löngu fyrir internetið og Thor Jensen Ólafur Thors, ég myndist á það áðan að Ólafur Thors var ekki bara formaður Sjálfstæðisflokksins, hann var 2 ráðherrar og það er ekki allir sem vita það, en það eru líka 2 styttur af Ólafi Thors og það er ein stytta hérna í Reykjavík og önnur í Keflavík og það voru einmitt sjálfstæðismenn sem létu reisa þá styttu í Keflavík af sínum gamla formanni og allir muna hérna þegar styttan var lýst upp og Davíð Oddsson þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins fór með gamanmál og það var ótrúlega glatt á hjalla í Keflavík þá. En ég með svona hugmynd sem að það hefur nú verið rætt hvert skuli vísa þessu máli og það er nú búið að nefna hér 2 eða 3 mismunandi ráð sem að væri lag að nefna, að vísa þess í og mér finnst það bara mjög gott og mér finnst það að vísa þessu bara sem víðast því að þetta er mikilvægt mál og listin á að smjúga inn í allt okkar líf því að hún gefur okkur fullnægjuna sem okkur svo nauðsynlega vantar og mér finnst mjög athyglisverðar hugleiðingar borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar náttúruna og listina, náttúran listaverk og í því sambandi erum við að ræða náttúrulega Kjalarnesið og mundi ekki einhver segja að Esjan væri glæsilegasta listaverk í Reykjavík, ég held að gætu einhverjir kinka kolli við því eða minnst okkur eitt af þeim en tökum sem dæmi styttu tökum sem dæmi þessa glæsilegu styttu af Ólafi Thors og þessa hugmynd að láta hana ferðast borgina fólki til gleði og til upplýsingar Ólaf Thors og hans sögu og þetta væri ákaflega einfalt verkefni í útfærslu maður myndi setja bara upp eitthvað tímaferli sem maður myndi spanna nokkur ár og Ólafur Thors heimsækti öll hverfi í borgin og væri á áberandi stað og myndi á sig og þetta skemmtileg stytta, hann svolítið rockinn kallinn og svona belgingur á honum svolítið þannig að þetta stytta sem bæði gleður og mann langar að forvitnast meira af hverjum styttan og ég held að það væri hægt að tengja
þetta konsept inn á fleiri svið og ég myndi til dæmis vilja tengja styttuna skólastarfi. Ég vil að börn nái að fræðast Ólaf Thors. Þau eiga rétt á því. Takk fyrir í bili. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hvað? Má ég ekki taka aftur til máls? Jú. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, vilt þú komast á mælendaskrá? Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég glemdi einni hugmynd sem að mér langaði til að nefna hérna, af því að verið að tala konur og kalla og allt þetta. Við gætum á að því að það verið að tala að þessir kallar hafa verið merkilegir sem að stytturnar af. Ég efast ekkert það, þeir voru örugglega mjög merkilegir. En það voru líka mjög margar merkilegar konur sem hefur ekki verið, einhvern veginn, sögum þeirra hefur ekki verið haldið á lofti. Meðal annars konur allra þessara merkilegu kalla. Og það var, þegar ég var að ræða þetta við mitt fólk í gær, þá kom upp svo hugmynd að gera ekki fleiri styttur af köllum fyrir en að við erum búin að gera styttur af öllum eiginkonum kallana sem að þegar hafa verið gerðar styttur af. Þá getum við bara byrjað á Hallveigu, svo getum við tekið eiginkonu Jóns, eiginkonu Kristjáns 10. eða hvað það nú var, og svo allir hinnir kallarnir, Tómas Guðmundsson, allt þetta lið sem við erum búin að vera að búa til styttur af, setjum konurna þeirra við hliðina á, gefum þeim nafn, segjum frá því hverja þær voru og hvað þær gerðu, vegna þess að þær hafa alveg örugglega ekki gert minna merkilega hluti heldur en þessir kallar. Og ég held í alvörunni, að því að þú talar að fólk eigi rétt að því að læra hver var það, ég man ekki hvaða kalla var, sem að Ólaf Thors, já, Jóni, borgarstjóra mikið í munna að fólk viti hver Ólafur Thors og hvað hann hefur gert. Ég held í alvörunni að til dæmis grunnskólabörn viti ekki hver eiginkona Ingólfs Arnarsonar var, eða Jón Sigurðssonar. Og það bara ógæðislega mikilvægt að því verði breytt. Og eitt af því gæti í alvörunni verið að búa til styttur, bara skella upp styttu af Hallveigu beint við hliðina á Ingólfi. Það gæti bara verið mjög flott og bara í einhverjum allt öðrum stíl jafnvel. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næstur til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég langaði bara aðeins að koma hér upp varðandi það sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði hér og með styttu af Hallveigu Fróðadóttur. Ég hef verið þessara skoðunar líka og mér myndist það eðlilegt, mér myndist það sýna bara ákveðin skilaboð þó að menn stórlega efist að þau hafi nokkuð tímann verið til, þá finnst mér það ekki alveg skipta máli en styttur þurfi ekki endilega að vera af einhverjum sem var til. Þær geta líka verið af ímynduðu fólki ef þær standa fyrir eitthvað ákveðið. Og ég tek heilshugar undir það og styð það. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, mér langar bara að skjóta því inn hérna vegna þess að hugmyndin sem Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi var að nefna til inn í einmitt einhverju þarfagreiningu hjá okkur í menningar- og ferðamálaráði og var minni mig hugmynd Samfylkingar konunnar Evu Baldursdóttur. Svo ég held ég minni það alveg rétt og mér langar bara að koma á framfæri að þarna nákvæmlega þessi hugmynd, ótrúlega skemmtileg. Og ég held að við ætlum kannski að reyna að veiða hana upp úr safninu okkar og rifja upp hvað hún stödd í tillögunum og stefninu okkar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því býttu að fara í andsvar. Já, við ræðum borgarfulltrúans. Forseti, góðu borgarfulltrúar, já, það er bara frábært og ég menn það er þannig með hugmyndir, góðar hugmyndir, þær eru til víða og komið upp aftur og aftur, þangað til þær eru framkvæmdar.
Ég vil samt ítreka að ég ekki bara að tala styttu af Hallveigu Fróðadóttur. Ég að tala styttu af öllum eiginkonum allra þeirra karla sem að umræður. Og það svo algengt og það svo mikil tendens hjá okkur að búa til eina tókenkonu og skella henni upp og þá getum við sagt, þú veist, þegar við erum búin að þessu. Tökum þær bara allar, ef við ætlum að gera þetta. Reyndar mér ekki, og ég viðurkenni það núna, ég ætla að gera það áður en að fjölmiðlar ærast, eins og þeir gerðu yfir sundluga hugmyndunum sem að hér voru ræddar á sínum tíma, að ég ekki að leggja þetta til í alvöru vegna sem ég finnast styttur ekkert sérstaklega spennandi. En þetta samt, þessi hugmynd til marks að við höfum verið alveg ótrúlega karllæg í listsköpun og í því hvernig við förum í gegnum söguna og minnumst þeirra sem að við teljum að hafi skipt máli, sem að ekkert endilega allir þeir sem að virkilega skipta máli. Nú hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita andsvar, þá tekur borgarstjóri næstu til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara þakka fyrir þessa frábæru umræðu sem búin að vera hér og sem hefur svona farið út og suður og í anda viðfangsefnisins. Við erum að tala lifandi list í útirýmum. Mig langar aðeins að koma inn á það sem að Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi, minntist í andsvari sínu, að það ætti að gera styttur af eiginkonum allra þessara kalla sem talað og ég vil benda á það að sumir af þessum köllum gætu átt eigin mann og gæti það kannski skapað óþarfa flækjustig, það að segja hafi þeir á þeim tíma sem þeir voru uppi verið hommar og átt í leynilegu sambandi við annan karlmann og þá erum við í rauninni að skjóta okkur í fótinn með því að vera að bæta við mönnum. En ég þekki það ekki og þar sem að ég eins og ég benti á áðan, einn af þessum köllum sem talað og það ekkert ólíklegt að þegar ég búinn að vera borgarstjóri í Reykjavík lengur en nokkur annar að það verði gerað með stytta. Það ekkert ólíklegt og ég held að konan mín myndi ekki vilja fá styttu af sér, sérstaklega ekki ef hún var ekki spurð að því. Ég bara, það var aldrei, ég veit það ekki. Mér finnst erfitt að taka afstöðu til þess. En ég var að ræða Ólaf Thors og nú búið að stytta hér ræðutíma og það svo margt sem að brennur á manni, margt sem að maður hefur sannfæringu fyrir og langar að tala og tíminn alltaf naumur. Og ég var kominn á það að Thor Jensen Ólafur Thors Thor Jensen var náttúrulega bara söguleg persóna og merkilegt, já. En ég var að segja það, Ólafur Thors, hann var 2 ráðherrar og formaður Sjálfstæðisflokksins, rosalega kraftmikill maður og þeir sem til hans þekkja, þeir vita til dæmis að hann var mikill ræðumaður og svo var hann líka útgerðarmaður, þannig að hann var að vasast í ýmsu og eins og hann var 2 ráðherrar þá var hann líka 2 styttur og þær ekki alveg eins. Önnur styttan með vindil í Keflavík. Það hann svona aðeins, hann ekki eins svona belgingslegur, eða ég segi það ekki, en já, hann ekki svona reiður í Keflavík, hann slakari, hann að fá sér vindil, hann að slaka á eftir erfiðan vinnudag og mín til dæmis hugmynd, ef við tökum einhverja svona styttu eins og Ólaf Thors og ef við okkur langar til að gera eitthvað nýtt við hann, setja hann í eitthvað nýtt samhengi, hvað með að taka þessar styttur, eins og segir í ljóðinu sem að ég las hér áðan með spilverkið Þjóðan, ég held ég að fara eitthvað vitlaust með og ég biðst velvirðingar á því ef svo en eins og segir í ljóðinu að það verið að vorkenna styttunum og þær einhvern veginn bara dauðar og stagnant og við getum breytt þessu, við getum fært Ólaf Thors út alla borg og
Margir muna það til dæmis og það var nú einmitt Sjálfstæðisflokkurinn sem að gerði það til heiður sínum gamla foringja og það er nú ekkert langt síðan sem að var gefin út af Sjálfstæðisflokknum geisladiskur með svona broti af því besta úr ræðum Ólafs Thors og alveg algjör perla þessi diskur. Þetta alveg margar stórkostlegar ræður þarna og ég hvet alla til þess að kynna sér hennan disk og ég held að hann fáist örugglega í Valhöll. Það hljóti að vera hægt að fá hann þar og ef ekki þar þá hlýtur hann að fást í mokkabúðinni. Hér hún ekki ennþá starfandi og það er mikið góð búð en sem sagt mín hugmynd með Ólaf Thors og þetta er hugmynd sem ég hef viðrað áður og mér finnst góð það er að tengja þetta verkefni sem flestum sviðum og ég segi skóla- og frístundasviði fara með öfluga kynningu í skóla Ólaf Thors og hver hann var og fyrir hvað hann stóð kenna börnum, segja þeim frá viðreisnarstjórninni og því þrekvirki sem viðreisnarstjórnin lyfti og þeirri sameiningu sem að viðreisnarstjórnin stóð fyrir og nýsköpunarstjórninni og þarna voru náttúrulega stálin stinn, þarna tókust á hinir svokölluðu hægri menn og vinstri menn og þeir náðu að gera ýmislegt ágætt saman og segja skólabörnum frá þessu og kannski gera eitthvað námsefni tengt Ólafi Thors, litabækur eða sögur, láta krakka lesa ræðurnar hans, læra lífshlaup hans og af hverju ekki að taka þetta lengra? Af hverju ekki til dæmis að Ólafur fer borgina og kynna það vel, sem sagt í samstarfi við skóla í hverju hverfi. Ólafur Thors kominn í ykkar hverfi og það væri tengt einhverju kynningu og það má alveg hugsa sér eins og til dæmis að hafa einhverja margmiðlun tengda, taka stytturnar út úr þessu stagnansi, hafa til dæmis vefmyndavélar í augunum á honum. Ekki, nei. Já, þetta kann að virðast fáránleg hugmynd en spennandi samt. Sjáðu Reykjavík með augum Ólafs Thors. Þessu var hægt að stýra til dæmis með iPad og ef að höfuðið væri hreyfanlegt eða væri settur vélbúnaður að þá gætiru biðja borgarfulltrúa að vera ekki með líkamsljóð. Það getur verið truflandi en sem sagt ef að höfuðið á honum gæti snúist og maður gæti séð 360 gráður bara í gegnum iPad og skoðað Reykjavík og svo mætti bæta betur, það gæti verið vefmyndavél í hvoru auga, maður gæti horft til sitt hvora áttarinnar eða í kross, bara eins og maður vildi, snúið sér hvert sem verið Ólafur Thors í bara smá stund, einhvers staðar, upp í Grafarvogi, upp í Úlfarsárfelli, Vesturbænum, einhvers staðar, fá að vera Ólafur Thors, fá að upplifa það hvernig það og svo mætti líka í einhverju svona advanseraðri útgáfu bæta í höfuðið á honum gervigreind, hún alveg til, skynjurum sem að nema þegar fólk kemur nálægt styttunni, þannig að styttan sjálfkrafa lítur á fólk og þá einhver annar kannski á netinu að horfa á viðkomandi nálgast styttuna og svo spilar hún ræður Ólafs Thors fyrir viðkomandi og þetta held ég að gæti orðið stórkostlegt. Takk fyrir. Já, þá
hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er sérstætt að koma upp eftir þessa ræðu borgarstjóra og hugmyndir hans svona styttur í borginni. Það er, maður sér að undir margt af þessu getur maður tekið. Það er eins og það hefur alltaf verið fjallað oft á kjörtímabilinu að Nýja testamentið var tekið út úr skólunum og við sjálfstæðismenn vorum með sjálfsögðu ekki hressir með það. En nú sé ég að þetta hafði allt tilgang. Þetta hafði greinilega þann tilgang að rýma fyrir einhverju öðru efni og mér heyrist að borgarstjóri sé að leggja til að í staðinn fyrir Nýja testamenti þá verði Ólafur Thors og hans rit sett inn í staðinn í ræðum og litabókum og sögum. Þetta er eitthvað sem við hljótum algjörlega bara að skoða við sjálfstæðismenn og lítum á að þetta sé einhvers konar tilboð sem sé hægt að taka áfram. En að öllu ganni slepptu þá vil ég nú bara þakka fyrir þá umræðu sem við hefur átt sér stað. Þetta var meiri og lengri umræðu heldur en ég átti von á og mér fannst ýmislegt gott koma þarna fram. Sem sagt, borgarstjóri fyrir utan þetta með Ólaf Thors, þá sagði hann að honum fyndist það æskilegt að fleiri styttur af kvenmönnum yrðu settar upp í borginni og þá vil ég bara benda á móti eins og var þetta komið inn á og það eru hæg heimatökin. Borgarstjórn hefur samþykkt tillögu að það verði reist útilistaverk eða stytta af Ingibjörgu H. Bjarnason og hún var samþykkt en það hefur ekkert svo sem verið gert með þá tillögu síðan. Ég held að hún hafi verið samþykkt 2011 í mann rétt og ég held að það væri bara hitt besta mál að fara að undirbúa það að slíkt listaverk verið gert. Ég held að ef ég man rétt þá væri eftir nokkur ár liðin 150 ár frá fæðingu hennar. Það geti verið ágætis tímasetning til að miða við. Bara svo nefnir dæmi, það þarf allnokkur undirbúning að slíku verki. Nú síðan má bara ræða það hvort að það verið þá stytta eða verki í sjálfu sér. Við sjáum það eru straumar og stefnur í þessu eins og öðru. Það eru hér í fortíðinni, þá voru margar styttur gerðar eins og Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi bent á og á síðustu árum hafa menn svolítið horfið frá styttunum, farið bara út í önnur útilistaverk. Styttan af Tómasi Guðmundssoni í líkamsstærð var í rauninni undantekning frá því sem hefur vikingist undanfarin ár og mér finnst það vel komið til greina að bara miða við það að það eru allir þessi styttukarlar í borginni. Þá finnst mér bara að fara mjög vel á því ef það er þá miðað við alltaf með Ingibjörg H. Bjarnason og kannski einhverjar fleiri konur að þær fengju styttur það eru gera styttur af þeim. Ég held að það verði bara vel til fundið. Og það er sjálfsögðu mjög gaman að hafa hérna í þessari umræðu einn eða jafnvel 2 styttu karla eins og borgarstjóri kom inn á, þá geti hann enda sem stytta þannig að svona það er mikilvægt að hafa svona innleika þessar aðalega inn í þessu umræðu. Sólveig Tómasdóttir kom líka inn á þetta með jafnréttið, staðsetning og jafnrétti. Ég held að það sé algjörlega hægt að ræða þetta aðskilið. Ég held að við höfum oft rætt jafnrétti í þessu sambandi og ég held að við séum sammála það að það sé sjálfsagt að jafna þetta betur heldur en hefur verið gert og það má gera það hressilega. En það kemur síðan staðsetningu í sjálfu sér, staðsetningu svolítið annað mál og svona eftir hverfum og þessi tillaga gengur náttúrulega, það er aðalatriði í þessari tillögu. Og mér leist ágætlega þessa hugmynd sem Dagur Bjargertsson kom með að ræða það að styttan af Ingibjörgu H. Bjarnason færi þá að Snorrabraut eða yrði eitthvað staðar á þeim slóðum. Með því að fara á Snorrabraut var hún svona, hún var í námunda við Landspítalann vissulega. Þetta er samt ekki mjög áberandi staður og það má bara ræða betur en
En það er alveg rétt að Ingibjörg H. Bjarnason og hópur í kringum hana vann stórvirki varðandi söfnuna fjár til byggingar Landspítalans, en hún átti líka sín vettvang við Alþingi og Kvennaskólann sem þá við Austurvöll, þannig að ég held að það fari líka vel á að skoða þann stað. En auðvitað er staðsetning ekki aðalatrið, því að eins og hefur verið bent á, það er hægt að færa þessi verk til og frá. Nú, Einar Örn Benediktsson, hann kom inn á tölfræðina og það er alveg rétt, ég tók það fram í minni ræðu að tölfræðin er ekki óeigindi, það fer eftir hvernig maður telur. Í mínum útreikningum þá taldi ég ekki með styttur sem eru í einstökum görðum, hvort sem það er Garður Einars Jónssonar, Ásmundar Sveinssonar eða Hallsteinsgarður, en ég held að hlutföllin, þau breytist ekki mikið ef við tökum þessa garða með inn í þetta, því að þeir eru miðsvæðis og að minnsta kosti Garður Einars Einars, rauninni Ásmundar líka þó hann sé í Laugardalnum, og hann var ekki tekinn með ég held að verkin sem í Garði Ásmundar séu ekki tekinn með í póstnúmeri 105. Ástæðan fyrir því að svona mörg verk eru þar eru það að þessi verki eru flest í Grasagarðinum í Laugardal. Það hefði mátt undanskilja þau svo sem líka, en þau eru höfð með samkvæmt einhverju talningu Listasafns Reykjavíkur. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig Einar fann það út að það hefði verið sett niður 1,5 verk á ári í Reykjavík, sem var í 227 ára, samkvæmt því væru 340 verk þá í Reykjavík, kannski er hann að telja verkin í görðunum með, ég átta mig ekki alveg á því, en mér finnst þá nærtækara að álykta út frá þessu að það sé sem sagt, með það Reykjavík sé 227 ára, það sé hálft verk á ári, eða 0,5 en ekki 1,5. Það fer bara kannski eitthvað skýring á þessu, hvernig maður les út úr þessum tölum. Nú, ég held að við séum, mér heyrist borgarfulltrúar vera nokkurn veginn sammála anda tillögunar. Mér finnst að enginn hafa mótmælt því, frekar mælt með því, og þess vegna verð ég að segja það að ég skil ekki alveg af hverju fulltrúar meirihlutans vilja ekki bara samþykkja tillöguna, heldur kjósa að vísa henni til nefndar. Ég hef kvartað yfir í áður, mér finnst að hér hafi verið fluttar margar góðar tillögur, bæði af meirihluta og minnihluta, og ég held að ég geti sagt það fyrir minnihlutans við, ef okkur finnst meirihluti komið góðar tillögur, þá drögum við ekkert af okkur við að samþykkja þær, og mér finnst eins og svolítið hafa skort á það á þessu kjörtímabili hjá meirihlutanum að vilja fallast á góðar tillögur sem minnihlutin kemur með. Vissulega hefur það komið fyrir að minnihlutin hefur samið tillögur frá, meirihlutinn hefur samið tillögur frá minnihlutanum, en það er þannig í algjörum undantekningartilvikum, og mér finnst það miður, því að ég held að við getum öll haft eitthvað fram að færa, hvort við erum í meirihluta eða minnihluta. Mér finnst það að kveðið sterkar að því heldur en á fyrri tímabilinu sem ég hef setið í borgarstjórn, að það er eins og meirihlutin geti bara helst ekki hugsað sér að samþykkja tillögur frá minnihlutanum, jafnvel þó að séu góðar. Heldur reynir eins og hann getur að einhvern veginn dreipis á dreif, vísa þeim til nefndar. Mér finnst það slæmt bara fyrir það sem tillögurnar snúast Mér finnst það bara slæmt fyrir virðingu borgarstjórnar, því að mér finnst að borgarstjórn eigi ekkert að hika við það, þessi vettvangur sem borgarstjórn er, málstofa og æðsta valdi í málefnum borgarinnar, að samþykkja tillögur en við bíðum svo við að horfa. Nú á að vísa þessari tillögun í menningar- og ferðamálaráð, gott og vel, og Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi gat þess að það væri hægt að eiga meiri umræðu máli þar. Ég efast það, því að ég held að við höfum núna rætt þessa tillögu í næstu í 2 tíma. Það tóku margir borgarfulltrúar til máls og fluttu langar ræður, ekki síst borgarstjóri. Þannig að ég efast að þetta mál fái endilega lengri eða vandlegri umfjöllun í menningar- og ferðamálaráði þótt henni verði vísað þangað. Og vegna sem við talum um að vísa þessu inn í kerfi, þetta er mjög einfald tillaga. Ég held að færi betur á því að borgarstjórn, en mér heyrist borgarfulltrúar vera sammála þetta mál, að borgarstjórn bara samþykkti þessa tillögu, samþykkti tillöguna, vísa henni síðan þessuna til menningar- og ferðamálaráðs, því þá var ljóst hver vilji borgarstjórnar væri. Við vitum oft tillögum vísa til hinn og þessari nefnda, og við sem sitjum í þessum nefndum, við vitum ekki oft hvað við að gera við þar alveg, og gerum bara það sem okkur þá sýnist við þar. Ég veit ekki hvernig stemningin er í menningar- og ferðamálaráði fyrir þessari tillögu, það situr fólk þar sem ekki borgarstjórn til dæmis. En mér finnst ég held að sé miklu betra fyrir þessar nefndir að fá skýra viljayfirlýsingu frá borgarstjórn. Hvað vil borgarstjórn gera með tillöguna? Hún er samþykkt, henni sé vísað til framkvæmdar þá nefndarinnar, komin í framkvæmd með einhverjum hætti. Mér finnst þess að miklu eðlilegra að samþykkja tillöguna heldur
heldur en að vísinni til nefndar án einhverja sérstakra skilaboða það hvaða umræði hafi hér farið fram í dag eða með leiðbeiningu til nefndarna hvernig að vinna að henni. Þannig að ég verð að lýsa yfir vonbrigðum mínum með það og hvet meirihlutann til að endurskoða afstöðu sína að þessu leyti og býst við að við munum sitja hjá meirihlutinn ekki reiðubúin til að samþykkja þessa tillögu okkar sem mér finnst vera sjálfsögð. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, útilistaverki eigu borgarinnar staðsett í Reykjavík 2013 skjal sem ég er með og þar eru 144 verk á skrá. Þannig að ég gerði 227 deilt með 144 og fekk út 1,57. Kannski er þetta rangt reiknað hjá mér. Ég vil geta þess að í þessum tölum eru verkin í Grasagarðinum í póstnúmeri 104 og líka í Höggmyndagarður í Sigtúni í póstnúmeri 105. En Einar Jónsson Höggmyndagarður er ekki í þessum tölum. Þannig að það er eiginlega það sem ég vildi segja. En grunnpunkturinn hjá mér var að 1,5 er ekki ásættanlegt og þaðan af síður er þá útreikningur borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar 0,5 ásættanleg niðurstaða fyrir okkur í þessu máli. Það hefur komið fram í máli borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur að það eru hugmyndir, það var verið að ræða hugmyndir kvennastyttur. Við erum stöðugt að ræða útilistaverk og hvernig það má vera, hvað má vera að gera betur og með því að vísa þessari tillögu inn til menningar- og ferðamálaráðs sem á að vera ráðgefandi í menningarmálefnum fyrir Reykjavíkurborg, þá tel ég að sé rétt skref stigið þar með því að vísa þessu til ráðsins, til umfjöllunar, til þess að búa til þá eitthvað plan sem að aðrir borgarfulltrúar hér í dag sáu fyrir sér að myndi verða kynnt þá hvernig svo aðgerðaráætlun myndi vera sett upp. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið við það að veita andsvar og þá hefur borgarstjóri bæst á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ágætu borgarstjórn. Mér langar að koma hér upp vegna þess að ég fekk ég er búinn að vera að velta þessu sem við höfum verið að ræða fyrir mér hér á fundinum og þessari umræðu styttur af mönnum eða af konum og þá skortur á styttum af konum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vakti mig til umhugsunar í sínu tali Ingibjörgu H. Bjarnason sem að þeir vita sem til hennar þekkja. Hún var kvenskörungur mikill og mikil kvenréttinda kona og gerði gríðarlega margt gott fyrir borg og þjóð og hún var fyrsta konan til að vera kjörin á þing og ef ég man rétt þá var það 1930 eða það leyti og á sama tíma var einmitt Ólafur Thors á þingi og ég held hann hafi líka þá verið formaður Sjálfstæðisflokksins. Ingibjörg H. Bjarnason var þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og eða íhaldsflokkinn sem varð síðan íhaldsflokkurinn sem varð síðan Sjálfstæðisflokkurinn og hún bara mjög verðug til þess að fá af sér styttu en í talinu Ingibjörgu að þá fékk ég hugmynd sem að mig langar til að setja fram hér sem tillögu með afbrigðum með leyfi forseta. Ég mæli fyrir því að borgarstjórn samþykki tillögu mína að reisa brjóstmynd
af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem var mjög og var merkileg kona á Íslandi en merkileg kona í útlöndum í dag og hún náttúrulega eins og ég sjálfur gegndi embætti borgarstjóra, var einn af stofnendum Kvennalistans og ég teldi það væri glæsilegt að gera skurk í því að bæta við til dæmis einni konu í þennan karlafans sem þarna í brjóstmyndunum frammi, því að mér myndi persónulega líða betur ef það væri fleiri konur. Þannig að þetta smá líka tilfinningasemi, en ég legg sem sagt fram þessa tillögu og vona að hún verði samþykkt. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og lokið við það að flytja tillögu sem að forseti ætlar að bera upp undir fundinn að taka með afbrigðum tillögu þess efnis að gera brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Þannig að hún hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að gera brjóstmynd að reisa brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Má biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Ég ætla að leita afbrigða til þess að taka þessa tillögu á dagskrá. Klára hér. Þá óskar forseti eftir því að leita afbrigða við fundinn að taka inn á fund borgarstjórnar tillögu þess efnis að borgarstjórn sameinist það að gera brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja taka þessa tillögu á dagskrá gefi merki. Einhverjir á móti? Það telst samþykkt. Óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að taka til máls. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ágætt og athyglisvert þessi tillaga sem komin hér á dagskrá. Ég fæ reyndar ekki varist þeirri hugsun að borgarstjóri vilji með einhverjum hætti drepa á dreif umræðu það sem efni þessa liðar á fundinum, sem er að tillaga okkar sjálfstæðismönnum að það verði gert átak í því að fjölga útilistaverkum í eystri hluta borgarinnar. Ég ætla að biðja borgarstjórum að útskýra aðeins betur hvað hann hefur í huga og þykir það svona mjög leitt ef hann gengur úr salnum undir þessari umræðu. Því að síðast þegar ég vissi þá, eins og menn vita, þá eru hér brjóstmyndir af öllum borgarstjórum Reykjavíkurborgar sem þessar brjóstmyndir eru geymdar hér í húsinu, og fyrir nokkrum árum þá var gerður skurkur í því að móta nokkra brjóstmyndir af nokkrum borgarstjórum í röð, og ég man ekki hvað þetta náði langt. Fyrir nokkrum mánuðum þá voru afhjúpaðar nokkrar brjóstmyndir, og mig minnir að hafi farið fram einhver umræða svona í framhaldi af því, bæði í borgarráði og forsætisnefnd það, hvort að það ætti að halda þessu áfram eða láta staðar numið. Ég man eftir þessari umræðu, ég man ekki alveg hvernig hún fór. Ég held að það hafi ekki verið nein niðurstaða í þessari umræðu, sem þýðir þá væntanlega það að það er það ennþá miðað við það væntanlega hér í Ráðhúsinu að það verði ekkert gerðar brjóstmyndir af öllum borgarstjórum. Svo náttúrulega kom þetta sjónarmið inn í þetta, sem sagt að borgarstjórar hefði verið margir á undanförnum árum, og það geti þá verið það bara skoðað í því ljósi. En ég man aldrei eftir að hafa verið tekin ákvörðun það beinlínis að hætta að móta brjóstmyndir af borgarstjórum okkar sem eru hættir. Þannig að mér langt að spyrja borgarstjóra hvort að hann hafi eitthvað komið þessari umræðu, hann hlýtur að vita það sem mest embættismaður borgarinnar, hvort það hafi verið ákvarðanir teknar þessu leyti og þá hvaða. Má þá líta á tillögu hans brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem
sem einhvers konar innlegg í þegar tekna ákvörðun að brjóstmyndir hafi verið ekki teknar af borgarstjórum. Nú ef ákvörðun hefur verið tekin annað, er þá verið að hverfa frá þeirri ákvörðun með því að fjalla með því að taka þessa brjóstmynd, er verið að taka hana fram yfir eitthvað slíkt. Ég held að áður en við ræðum þessa tillögu sem ég held að við eigum bara að gera að fullri alvöru og að þá er þessar upplýsingar að liggja fyrir. Nú síðan það bara, mér heyrist borgarstjóri síðan vera á því að þessari tillögu eigi ekki að vísa til nefndar, vísa til menningar- og ferðamálaráðs, heldur eigi að samþykkja hana hér í borgarstjórn. Og ég er stoltið sérstakt að tillögu okkar sjálfstæðismönnum að almennri tillögum að fjölga útilistaverkum hverjum borgarinnar, það eigi sérst að vísa henni til nefndar en borgarstjóri vilja samþykkja þessa staðnum. Ég held að, en ég þakka fyrir þessa tillögu og ég held að við bara fjöllum hana, en get ekki verðast þeirri hugsun að borgarstjóri hafi lagt hana fram með ykkur í bríarí og óska því eftir að hann útskýri betur þessa tillögu og hver meiningin er með henni. Það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næstu til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við ræðum nú Ingibjargirnar, en borgarfulltrúi Kjartan Magnússon vakti athygli mína á þessu í máli sínu eina Ingibjörg og þá datt mér önnur Ingibjörg í hug. Og þegar að því að við höfum verið að ræða, eins og ég sagði í máli mínu áðan, verið að ræða hlutfall karla og kvenna í styttum í útilistaverkum eða í opinberu rými. Og borgarfulltrúinn spurði mig hvort að þetta væri einhver liður í einhverju sem væri ákveðið varðandi framtíð brjóstmyndana í Ráðhúsinu, en eins og fram hefur komið þá hefur það tíðkast að gerð sé brjóstmynd af borgarstjóra Reykjavíkur og sett upp hér frammi í sal. Og ég minntist á það áðan í tali mínu að það er til dæmis brjóstmynd af Davíði Oddssyni og þarna meðal borgarstjórana eru bara karlar fyrir utan eina konu og annars eru þetta karlar. Mér skilst að vinna við brjóstmyndirnar hafi stöðvast í Markúsi, Erni Antonsssyni. Mér skilst að vinnan hafi stöðvast þar. Kannski aðalega vegna þess að þetta er svona ákveðið verkefni eða ákveðið ferli sem er sett í gang, bara svipað eins og ég var að stinga upp á hér fyrr í dag með Ólaf Thors, að þetta er eitthvað sem heldur áfram til margra ára og áratuga. Síðan gerist það náttúrulega í borginni ríkir langan tíma mjög mikill pólitískur óstöðugleiki og þannig að það setur fólk í ákveðin vanda og ég held að brjóstmyndamálin séu bara í pattstöðu og það er synd vegna þess að það þarf einhvern veginn að afgreiða þetta og með einhverjum beinum hætti, með einhverju ákvörðun og auðvitað er þetta ekki bara virðing við þá sem gegnt hafa hér borgarstjórastöðu, þetta er líka alveg hápólitískt mál og eins og margir vita þá er til dæmis jafnrétti mjög pólitískt mál og jafnréttismál. Þannig að
mér fannst bara sniðug hugmynd og þessi hugmynd kviknaði bara undir orðum borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Sniðug hugmynd að slá 2 flugur í einu höggi og sammælast það að gera brjóstmynd af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, hreyfa aðeins við þessu brjóstmyndamáli og gera glæsilega brjóstmynd af konu sem vissulega hefur staðið fyrir eitthvað. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ótrúlega merkileg kona. Hún hefur gert alveg ótrúlega merkilega hluti og hún á ótrúlega mikinn heiður skilinn. En það að við ákveðum hér í snarhasti að gera hana að tókankonunni sem við erum búin að vera að tala hérna allan fundina, við ætlum einmitt ekki að búa til, heldur ætlum við að reyna einhvern veginn að vera aðeins svona meðvitaðir í því hvernig við innleiðum jafnrétti í listsköpun í borginni. Ég hef allavega verið að tala fyrir því og mér fannst einhvern veginn vera stemning fyrir því hérna áðan. Mér finnst þessi hugmynd bara eiginlega frekar vond og ég held að við þurfum að hugsa hana frekar og betur og ég legg til að henni verði vísað inn í menningar- og ferðamálaráð bara með hinu vegna þess að sko fyrir það fyrsta að þá eru þessar bronsstyttur bara börn síns tíma og ég held að þær séu bara komnar á einhvern ákveðin endapunkt og við eigum ekkert endilega að vera að gera fleiri bronsstyttur hvorki á körlum né konum, alveg sama hvernig borgarstjórar þróast fram til það, þú veist, hérðan í frá. Það er hægt að gera fólki hátt undir höfði með ýmsum öðrum hætti heldur en að búa til styttur af því og ég tala nú ekki bronsstyttur. Ég hugsa að fátt sé kannski fjarri huga Ingibjargar Sólrúnar á þess að ég ætla einhvern veginn að fara að gera henni upp skoðanir heldur en einhvern veginn það að láta gera af sér bronsstyttu. Ég held að hún geti hugsað sér alveg meiri heiður fólkin í einhverju öðru heldur en því og mér finnst þessi hugmynd vera, ég skil vel, hér búið að eiga sér stað mjög skapandi og skemmtileg umræða, skil vel að þessi hugmynd hafi kviknað og sjálfsagt að leggja hana fram og halda áfram í þessum gróskumiklu umræðum en ég held að það væri ekki ráðlegt að samþykkja hana hér. Ég er til í að gera Ingibjörgu Sólrúnu mjög hátt undir höfði og gera alls konar einhverja skemmtilega hluti til þess að votta henni virðingu mína en þetta held ég að sé ekki endilega máli. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vil taka undir það að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir meðal merkilegustu stjórnmálamanna, ég vil segja samtímans, því að það mjög stutt síðan að hún steig frá þessu borði og hefur haslað sér vel annar staðar og að vinna að góðum málum, mannúðarmálum annar staðar í heiminum, þar sem að hennar kraftar koma að góðum notum ég vissum. Ég var svo gæfusamur að starfa með Ingibjörgu Sólrúnu hér í borgarstjórn, ekki meirihluta með henni, heldur starfa með henni þannig að við sátum saman í borgarráði í nokkuð mörg ár og ég get sagt að með fullri vissu að þarna fer gríðarlega hæfileikarík kona, skarp greind, óhrædd við að taka ákvarðanir og skemmtileg í samstarfi. Ég hef þess vegna ekkert nema gott þessa ágætu stjórnmálakonu að segja og vil auðvitað hennar veg og virðingu sem mesta og að hennar sé minnst á góðum stundum þar sem það á við. Ég hins vegar sé ekki og tel ekki líklegt að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sé andvaka yfir því að sé ekki komin upp stytta af henni hér í Ráðhúsinu. Og enda þótt borgarstjórinn Jón Gnarr gerir sér vonur það að af honum verði gerð bronsstytta einhvern tímann síðar, þá ég hræddur að það sé svona komið að svolítum endalokum hér í Ráðhúsinu að gera styttur af fólki. Ég ekkert sérstaklega hrifinn af þessum styttum öllum saman og ég svona vil líka, bara svona til þess að vera heldur raunsær og horfa þetta út frá okkar skyldum hér í borgarstjórn, vil nú segja það að við getum auðvitað ekki tekið ákvörðun það að fara að gera styttu af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur hér án þess til dæmis að hafa einhverja minnstu hugmynd það hvað það kostar. Og þegar við erum hér á þessum sama fundi að senda
litlum börnum sem að búa við hörmulegt ástand í Jórdaníu og Sýrlandi, senda þeim peninga sem eru kannski bara smápeningar miðað við það að gera eina styttu. Ég veit ekki hvað stytta kostar. Mér kemur það ekki óvart að það séu nokkra milljónir jafnvel. Þannig að það er einhver kaldhæðni, það er einhver svona einhver vond svona kemistría í þessum tveimur tillögum. Annars vegar að senda börnum peninga hér sem miðað við það að 100 krónur per barn í Reykjavík verði sendt út til sýrlenskra barna sem að væntanlega flest munu vera í flóttamannabúðum eða 70.000 börn í Sahari flóttamannabúðum. En á sama tíma þá ætlum við einhverjum monti og einhverjum svona brag hér sem að við viljum ekki fara að gera bronsstyttu af vinnum borgarstjóra, af því það er svo mikilvægt. Það hlýtur að ganga fyrir. Og við ætlum að setja meiri pening í það væntanlega, þó við vitum ekki hvað það kostar, heldur en við ætlum að senda börnunum, sýrlensku börnunum sem eru í Sýrlandi eða Jórdaníu. Ég kann ekki við þetta, ég hef ekki húmor fyrir þessu og þó að borgarstjóri hérna gera gamni sín og ætla að setja hjól undir styttuna af Ólafi Thors og keyra hann á milli skólana og setja í hann vídeótökuvél, þá er allt í lagi. Hann getur skemmt sér við það að segja okkur slíka sögur hér og tafi fundi borgarstjórnar með slíkum skemmtilegheitum, en þetta er ekkert skemmtilegt. Ég ætla að biðja hann að hætta að koma með svona tillögur og ef að við viljum halda þessu áfram, við viljum skoða þetta eitthvað frekar, þá skulum við bara vísa þessari tillögu til menningar- og ferðamálaráðs, fá verðmat á þessar blessuðu styttu. Svo held ég væri bara ágætt að spurja Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, þá ágætu konu, að því hvort hún er viljað nokkurn áhuga á því að af henni verði reist brjóstmynd hér í Ráðhúsinu. Mér finnst þessa brjóstmyndir svona einhverjum áminningum gamla tíma. Mér finnst ekki gaman að þessu styttum af þeim elstu sem að hér voru, en þó held ég að það væri ástæða til þess að minnast Auðar Auðuns, sem að var hér fyrsti borgarstjórinn og fyrsti kvenlögfræðingurinn, fyrsta kona sem lauk lögfræðiprófi og fyrsta kona til þess að gegna stöðu ráðherra. Það er ástæða til að minnast þeirra konu. Ég ætla nú ekki að fara að leggja til að við förum að gera aðra styttu af henni. Ég held að einn stytta sé alveg prýðilegt. Þannig að ég styð það sem ég held að borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir hafi komið með þá tillögu að þessu yrði vísað til, það var borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sem kom með þá tillögu að þessu yrði vísað til menningar- og ferðamálaráðs, svona frekar en að fella það, því að held að sé svona skemmtilegri blær á því að við séum ekki að fella tillögu sem snýra þessum ágæta stjórnmálamanni. En svona tillögu getum við auðvitað, við getum ekki samþykkt það því að við höfum raunverulega engar forsendur til þess að fara eftir varðandi kostnað og val á listamönnum og öðru slíku. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu, þá er borgarstjóri óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði að koma hér upp í stutt andsvar. Mér fannst á borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni að það væri algjör óþarfi yfir höfuð að vera að gera styttur, ef ég skildi hann rétt, og maður ætti frekar að það væri fánýti og maður ætti frekar að eyða peningum í eitthvað gagnlegra og hann sagði líka í máli sínu að stytturnar hér frammi væri börn síns tíma. Ég myndi nú vilja fá hérna nánari útskýringu á því, er Davíð Oddsson barn síns tíma? Ég skil ekki hvernig það er að segja svona Davíð Oddsson, ég bara skil það ekki. Maður á ekki að eyða peningum í styttur ef ég skil rétt og ég segi bara við borgarfulltrúann, segðu Ólafi Thors það. Þá er borgarstjóri óska eftir því lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, já, bara svona til þess að skýra þetta fyrir borgarstjórunum sem að leggur sig eftir því að misskilja það sem að sagt er hérna. Styttur, eru þær óþarfa? Held ég að það hafi verið spurningi til mín. Styttur, brjóstmyndir af borgarstjórum finnst mér óþarfar. Ég sé enga ástæðu til þess að við sem að setja jafnvel milljónir í það að fara að gera brjóstmyndir af fólki sem einu sinni gegndi þessu embætti. Ég persónulega ekkert sérstakann áhuga á því.
Eru þetta barn síns tíma, þessar styttur flestar eru nú gamlar og þær eru af fyrstu borgarstjórunum og þeim borgarstjórum sem hér hafa gegnt því embætti fram að tíð Davíðs Oddssonar. Já, mér finnst það svolítið barn síns tíma að vera að gera svona brjóstmyndir af fólki og mér finnst það einhvern veginn ekki vera í stíl við nútíma anda. Styttur út af fyrir sig, ég ekkert að móti styttum og ég held að ég sé ekkert að ræða þetta við Ólaf Thors sem kemur hér oft upp í ræðum borgarstjórans í dag. Ólafur Thors var mjög merkur maður, það er alveg rétt, en ég hins vegar uppteknari af ævi og störfum pappans Thors Jensen sem kemur hérna upp til Íslands ef ég maður rétt 15 ára gamall og vinnur fyrir ekki neitt í 2 ár á Borðeyri og það var svo kalt að það voru ískögglar á sængina hans að veturna af því hann bjó í einangruðu herbergi undir súð og síðan var þetta einn af merkustu mönnum þessara þjóðar og mörg stórvirki sem hann vann sem margt má sjá ennþá og ég ætla nú ekki að fara að telja það allt saman upp það sem hann gerði en það sannarlega ástæða til að minnast hans og Ólafs Thors þetta líka og þeirra bræðra hans. En ég bara vil fá ítrekka það að ég held að það sé þá rétt að vísa þessari tillögu borgarstjórans til menningar og ferðamálaráðs og ég ætla ekki að fara að gera einhver meira átt að læti út af þessu eða fara að karpa þetta eitthvað frekar. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara andsvari. Viltu veita ansvar öðru sinni? Það veitir borgarstjóri ansvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn, ef ég skildi rétt, sagði hér í máli sínu að sér finnist styttur óþarfar og ég heyri ekki betur en að fjallist á að þær væru ekki og mér finnst það mjög athyglisvert í ljósi umræðu Davíð Oddsson hér í dag og ég fer að hugsa eigum við þá að fjarlægja brjóstmyndina af Davíð Oddsssyni úr Ráðhúsinu, væri það ekki svolítið hápólitískt mál en ég segi með málsmeðferðartillöguna þá fellst ég á hana og mér finnst það bara mjög góð lending og ég hlakka til að ræða þetta mál oftar og hlakka til að fá tækifæri til þess að fylgja þessu eftir og ræða þetta. Þetta er mjög merkilegt mál. Mér finnst við að gera svona athyglisverða hluti hér. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Þá svarar ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég verð þá að segja það, bæta í það sem ég sagði Ingibjargar Sólrúnu. Ég sakna Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Ég sakna hennar málflutnings og hvernig hún bar fram mál sitt. Mjög ólíkt því sem borgarstjóri Jón Gnarr gerir. Hann einhvern veginn snýr út úr því sem ég segi, algjörlega bara út í hött og það nenni eiginlega ekki að vera að elta ólar við slíka vitleysu. Er hann þá á móti styttum? Hver var að segja ég var á móti styttum? Ég sagði það held ég 2 eða 3 að ég hef ekki áhuga á því að haldi sig áfram að gera brjóstmyndir af borgarstjórum hér í Reykjavík og setja það upp á vegg hér í Ráðhúsinu. Mér finnst það barn síns tíma. Það er enginn að tala styttuna Davíðs Oddssyni í þessu tilfelli, ekki minnst á það að það veri óþarfi að hafa þá styttu að taka hana niður. Ég ætla bara að biðja borgarstjórum að hlusta eftir því sem sagt er og svara því sem sagt er en búa ekki til eitthvað sinn raunveruleika sem á sér enga stoð. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara ansvari. Ansvörum telst í lokið og þá hafa ekki fleiri hvatt sig hljós undir þessum. Viltu gera stutt athugasemd? Já. Gjörðu svo vel. Þá er borgarstjóri óskað eftir því að gera stutt athugasemd. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagði í máli sínu áðan að styttur væru óþarfar. Ástæða þess að ég minnist á Davíð Oddsson í því sambandi er að mér finnst sérstakt, hann er lifandi og hann er stytta og hann er ein af styttunum. Þannig að það er verið að ræða Davíð Oddsson. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að gera stutt athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að gera stutt athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég bara get ekki látið borgarstjóri eiga síðasta orðið í svona einhvern veginn tilbúinni rökræðu.
Ég ætla að biðja hann enn einu sinni að hlusta eftir því sem sagt er og svara því sem sagt er. Ég er að tala styttur, brjóstmyndir af borgarstjórum hér í Ráðhúsinu. Ég held mig við það. Við erum ekki að tala styttur almennt. Davíð Oddsson, hvort að stytta honum eða ekki, skiptir ekki máli í þessu sambandi. Ég var ekki að tala um það á nokkuð skapaðan hlut. Ég ætla að biðja borgarstjórana að snú ekki út úr fyrir fólki sem hér er að tala úr ræðustól í borgarstjórn. Bera meiri virðingu fyrir því sem hér er sagt heldur en gert er hér. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingason lokið við það að gera stutta athugasemd og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum 2 tillögum og ætla ég að leyfa mér það að bera þær upp. Þá er lagt til að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjölgun útilistaverka verði vísað til menningar- og ferðamálaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhverjir á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum. Þá göngum við